Þá er komið að síðastælega dagskrárskýrsla bæjarstjóra og til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Hér á eftir flyt ég skýrslu mína sem er frá síðasta fundi bæjarstjórnar og þetta eru helstu verkefnin sem hafa verið í gangi síðastliðna 2 vikur. En 7. nóvember hitti ég sérlegan vin Akureyrarbæjar Karl Werner Schulte en hann og kona hans Gisela Schulte dagsbók sem lést nú síðastliðið vor gáfu Akureyrarbæ 76 gömul landakort árið 2014 og nú kom Karl með 16 forn Íslandskort til viðbótar sem Minjasafnið geymir og sýnir reglulega. Þann 11. nóvember hitti ég Magnús Jóhannesson, Einar Gunnarsson sendiherra, Sólrúnu Svandal og Sólrúnu Svandal í utanríkisráðuneytinu til þess að ræða norðurslóðamál og ekki síst til nýlega formfestaða vettvang Arctic Mayors Forum. Við höfum átt samtöl við Grímseyinga, Halla Björk Reynisdóttir forseti bæjarstjórnar og Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi og erum við búin að gera það síðan 12. nóvember og höldum því áfram og ég ætla að við munum klára það í þessari viku. 13. nóvember átti ég fund með fulltrúum skátarhreyfingarinnar vegna styrkbeiðni vegna landsmóts á næsta ári sem framfer hér á Akureyri. Fundinn sat einnig Kristín J. Reymarsson, sviðsstjóri samfélagssviðs. Sama dag tók ég á móti nýjum norskum sendiherra, Ut Lise Norheim, sem kom hingað til Akureyrar til þess að heimsækja konsúl þeirra normanna hér á Akureyri og að sjálfsögðu kynna sér bæinn. 14. nóvember heimsóttum við Halla Björk Reynisdóttir kælismiðjuna Frost, þar sem Gunnar Larsen framkvæmdastjóri tók á móti okkur. 15. nóvember sat ég aðalfundi Eyþings ásamt bæjarfulltrúum en hann fór fram í Dalvíkurbyggð. Það var mikill merkisfundur þar sem samþykkt var að Eyþing og Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga myndu sameinast og síðasti naglinn í þá sameiningu var negldur í dag Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga samþykkti þá sameiningu. Mikill og stór áfangi í samstarfi hér á Norðurlandi eystra. Í gærmorgun hitti ég sendiherra Kanada á Íslandi, Ann Tamara Lorr ásamt Sæmundi Finnbogasyni viðskiptafulltrúa sendiráðsins og Dr. David Hicks. 18. nóvember, í gær sat ég auka aðalfund Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar og seinni hluta dags var ég viðstödd útgáfuhóp bókarinnar Á réttri leið, uppbygging þjónustu fatlaðra á Norðurlandi eystra 1959 til 1996, en sú bók er rituð af Svanfríði Larsen og Bjarna Kristjánsinni. En ekki síst þá var verið að fagna því að 50 ár eru frá því að Sólborg tók til starfa og þroskahjálp á Norðurlandi á 60 ára afmæli. Og í dag átti ég Skype-fund með bæjarstjórnum í Hafnarfirði, Reykjanesbæ, Kópavogi og Akranesi í þeim tilgangi að halda áfram að skoða samstarf rafræna þjónustu. Takk. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 30. október, 7. og 14. nóvember. Bæjarráð 7. og 14. nóvember. Frístundaráð 7. nóvember. Fræðsluráð 11. nóvember, skipulagsráð 13. nóvember, umhverfis- og mannvirkjaráð 1. nóvember og velferðarráð 7. nóvember. Þessar fundagerðir má nálgast á heimasíðunni og þá segi ég fundi slitið klukkan 17:35.